Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Í dag ætla ég að fjalla fullatunglið sem verður núna 12. maí, hefði svo kallaði Vesaktungl, en áður en ég fer í þá umfjöllun þá langar mig til þess að segja ykkur frá því að ég er að taka þáttinn upp núna 8. maí og þannig 11. er mæðradagurinn og í tilefni mæðradagsins að þá er ég með sérstakt tilboð á stjörnukortunum mínum með 25% afslætti. Og ég held að marga maður myndu vera mjög ánægð með að fá stjörnukort vegna þess að það skýrir svo mikið um líf okkar og hvað er að gerast í því og hvernig við getum tekið á því sem að framundan er hjá okkur. Síðan er ég líka með svokallað heilsuráð mánaðarins sem ég er að bjóða upp á póstlistanum mínu og þeir sem skrá sig á póstlistan fá þau send til mín. Ég tek eftir að sérstaklega karlmenn hafa skráð sig á listan. En í þessu mánuði þá er ég að fjalla um náttúrulega leiðir það hvernig við getum tekist á við blöðruvandamál og blöðruhálskirtilsvandamál og styrkt þessi svæði í líkama okkar með náttúrulega leiðum. Svo að hér fyrir neðan myndbandið þá er slóð inn á síðu þess að þið getur skráðið á fréttabréfið ef þú hefur áhuga á að fá svona upplýsingar. Og svo síðast en ekki síst að þá væri ég afskaplega þakklátt ef að þú myndir vilja smetla á subscribe takkan ef þú ert ánægð með það efni sem ég er með hérna vegna þess að það skiptir svo miklu máli fyrir mig og framgang grásærunar hjá mér að það séu aðeins fleiri áskrifundur og ég er að stefna því að ná tölun upp í 550 í þessu mánuði og er ennþá bara í 483 þannig ég væri mjög þakklátt fyrir aðstoð frá þér. En með það ætla ég að deila skjánum og finna hérna kortið fyrir þennan þetta ágæta tungl sem við erum að horfa á og aðeins renna í gegnum það því það er mjög margt, ég gerði kortið fyrir Reykjavík og það er mjög margt áhugavert í því og ef við bara skoðum það út frá Reykjavík að þá er ágætt að hafa kortið til hliðsjónar. Fyrir þá sem ekki eru vanir að lesa í stjörnukort þá eru hann að tákna bláu línurnar samhljóma afstöðu í kortinu en rauðu línurnar tákna svona spennuafstöðu þar segja þessum tvö andstæð öfl er að takast á. Svo það er svolítið mikið það núna, einkum og sér í lagi á milli sólar og úranusar og tunglsins sem er í sportreka á meðan sól og úranus eru í nauti. En það er áhugavert að skoða kortið fyrir þetta Vesatungl vegna þess að í því korti þá er Plútó sem er á 3 gráðum og 48 mínútum í vatnsbera. Hann hefur nýlega stöðvast til að breyta stefnu og fara aftur á bak. Og Plútó kemur til með að vera fastur á þessari 3. gráðu fram til 7. júlí fyrirgefðu og hafa áhrif á allar plánetur og afstöður sem er á milli 2 og 4 gráður í hinum svokölluðu föstu merkjum en það eru nautið, ljónið, sportdrekinn og vatnsberinn. Þess vegna er gott að kíkja á eigin stjörnukort til að sjá í hvaða húsum Plútó er að hafa áhrif á okkur persónlega, einkum og sér í lagi vegna þess að Plútó verður á ferð aftur á bak til 14. október. Hann er sko á langri vegferð aftur á bak. En þegar hann er á ferð aftur á bak þá veitir hann okkur einstakt tækifæri til persónulegs þroska, nýrra viðhorfa og jákvæðra breytinga. Þetta verður því frábær tími til að losa sig við gömul vanamynstur og endurmeta markmiðin okkar og vinna dýpri sjálfsmeðvitund. Ég hvet ykkur því til að nota þetta tímabil til að hreinsa til í huganum og draga fram gamlar hugmyndir sem eru nú tilbúna til að verða að veruleika. Af því allt byrjar í huganum. En þegar Plútó fer í gegnum stjörnumerkin þá er ferlið hans nokkuð flókið. Annars vegar eykur hann eiginleika merkisins sem hann er á leið í gegnum, hins vegar flettir hann ofan af öllu því sem er okkur ekki fyrir bestu, en það gerist aðalega þegar plánetan er á leið aftur á bak. Þar sem Plútó er nú í vatnsberanum tengjast málin vísindum, meðal annars læknavísindum og tækni. Plútó er líka pláneta leyndarmála og hann stjórnar fulla tunglinu sem er í sportreka og og verður þann 12. maí. Og sportrekinn er náttúrulega líka táknað fyrir öll leyndarmálin.
Fulla tunglið varpar gjarnan ljósi sínu á þau leyndarmál sem við höfum verið ómeðvituð svo við gætum verið að rekast á ýmislegt tengt vísindum og tækni sem fer að sjá dagsins ljós en hefur verið hulið hingað til. Sól og Úranus eru í 8. húsi leyndarmála í kortinu fyrir Reykjavík. 8. húsi það sem nautið og í spennuafstöðu tunglið, og tunglið alltaf táknað fyrir fólkið ef við erum að skoða þetta sem þjóð sem í sporðdreka. Svo við megum eiga von á ýmsum uppljóstrunum hér á landi. Líkur eru einnig á því að fólkið, tunglið, sé róttækara og uppreisnargjarnara og við gætum orðið vör við meira af jarðskjálftum bæði í jörðinni sjálfri svo og í stjórnmálum og fjármálakerfinu, því að öxullin á milli nauts og sporðdreka tengist fjármálum. Eins megum við eiga vona frekari truflanir á rafmagni og hugsanlega neta árásum, auk þess sem það gæti orðið truflanir á flugi. Vegna þess að plánetan Úranus tengd rafmagni, rafmagnsleysi, rofa orku og aukinni orku eins og eldingum, og svo Úranus náttúrulega var hinn fljúgandi guð, þannig að hún tengist flugi. Svo það er víða sem þetta við. Það er kannski ágætt að gera sig grein fyrir því að þegar að rafmagni fór að Portúgal og Spáni og Frakklandi núna fyrir skömmu síðan, að þá það svona eins og kannski pínu viðvörun fyrir okkur til þess að gera okkur grein fyrir að þetta getur gerst hér líka, og þeir sem voru undirbúnir gátu sótt gasofnin, gátu sótt grillið, gátu elda sér mat, áttu lukt með rafhlöðum sem hægt var að grípa til og ýmislegt fleira, þannig, og kannski þurrmat eða eitthvað sem hægt var að sjóða. Þannig það var ýmislegt sem hægt var að gera, eða frosinn mat í ískapnum sem þurfti að nota ef að rafmagni var lengi af. Svo það er ýmislegt sem hægt að gera til að vera undirbúin þessum miklu breytingum sem að gerast hjá okkur núna. Og bara hugsa að við þurfum að vera undirbúin. Úranus í nauti líka í utanmerkja samstöðu við dvergplánetuna Setna, og þið sjáu þarna hvar Úranus í kortinu í nautsmerkinu og Setna þarna fremst í tvíburanum. En það bara 4 gráður á milli þessara pláneta, og dvergplánetan Setna nokkuð táknræn fyrir það sem við þurfum að sleppa tökum á og losa okkur við til að geta haldið að fullu inn á andlegu brautina og inn á hærri víddir. Auk þess tengist Setna svolítið svikum feðraveldisins, en það hugtak getur bæði verið tengt körlum og konum, ríkisstjórnum og öðrum sem beita ofurvaldi og í sumum tilvikum svikum til að koma sínu fram. Þannig bara gera okkur vera meðvituð það. Og Úranus líka í samstöðu við fastastjörnuna Algol, en báðar pláneturnar á 26, Algol ekki teiknaðan á kortið, á 26 gráðum í nauti. Þessi afstæða tengist sérstaklega því að leiðtogar í rauninni, losing their head, segja þeir á ensku, sem þýðir ekki endilega að þeir verði afhöfðaðir, heldur frekar að þeir kannski missi stöðuna, því við tölum þá sem eru leiðtogar sem heads of state á ensku, að þeir missi völdin, að í gegnum stöðu missi eða falli frá völdum á annan hátt. Einn af helstu leiðtogum heims, Frans Páfi, hefur nýlega fallið frá, en þessi afstæða plánetana nákvæm fram til 12. maí, svo við getum fylgst með hvað gerist hjá öðrum leiðtogum í heiminum á næstunni. Það sem mér finnst athyglisvert fyrir kortið fyrir Reykjavík að í 7. húsinu, sem samskiptahúsið, bæði dvergplánetan Eris og Kæron, sem var hinn særði heilari, en Kæron var kentaur, það að segja að hálfu hestur og hálfu maður í grísku goðafræðinni. Þessar plánetur í samstöðu á 24 og 25 gráðum í hrút, og hrúturinn frekar aggressífur. Kæron táknræn fyrir sársaukann og særindin sem við höfum orðið fyrir og þarf að heila.
gyðjan sem plánetan Eris er nefnd eftir var í grísku goðafræðinni eina gyðjan sem ekki fekk boð í brúðkaup á Ólympusfjalli en mætti samt og var með uppsteyt. Eris berst fyrir því að enginn sé skilinn eftir útundan og að allir í samfélaginu séu jafn réttháir. Mikið vantar upp á það hér á landi og við erum með marga jaðarhópa sem þarf að sinna betur. Kærón gæti verið að reyna að heila málin en þessi mál þarfnast dýpri lausna til að ekki sjóði upp úr. Því Eris er í hrút og hún lætur til sín taka á götum úti ef hún er ekki sátt. Af því hrúturinn er bara frekar aggressífur í eðli sínu og hann vill vera frumherji og Eris krefst fyrst og fremst réttlætis fyrir alla. Það eru allar líkur á að vatn verði metið mun mikilvægara heldur en gert hefur verið hingað til næstu 2 árin á meðan Satúrnus og Neptúnus verði í samstöðu í hrútnum. Satúrnus er enn á 28 gráðum í fiskum en Neptúnusin er komin inn í hrútin og mig minnir að það verði í byrjun júní sem þeir verði í alveg nákvæmri samstöðu en sem stendur núna þá er bara réttæpar 2 gráður á milli þeirra eða 3 gráður á milli þeirra sko. Það eru líkur á átökum í kringum vatn og merkjum það eru þegar sýnileg því Indland hefur sagt upp Indus vatnasamningnum við Pakistan út af erjónu sem voru þar á landamærunum nýlega og 2/3 hlutar af því vatni sem notað er í Pakistan kemur frá löndum utan Pakistan. Þannig að vatn er stórmál. Auk þess er náttúrulega tunglið í sporðdreka svo að orkan í kringu þetta fulla tungl verður að öllum líkindum frekar tilfinningarík og spennuþrungin. Marsinn er í Ljóni og hann er, og það setur Mars alltaf í dálítinn baráttuhug að vera í eldmerki og Ljónið er svona pínu aggressíft stundum og vil drífa hlutina áfram. Og Marsinn er í 180 gráðu spennu afstöðu við Plútó í Vatnsbera. Þessi afstæða er mjög tákgrann á vissan hátt fyrir togstreituna á milli kerfana gömlu sem Plútó er að rífa niður og þess einstaklingsveldis fullveldis sem Ljónið vill standa fyrir. Að því sól í samstöðu Úranus í 180 gráðu spennu afstöðu við tunglið sem er fólkið snýst þessa þörf að vera sjálfráðari og sjálfstæðari einstaklingur þótt brjóta þurfi reglurnar til að ná því fram. Og það er svo sterkt sko þarna í Ljóninu að þá er Marsinn í samstöðu við dvergplánetuna Varúna og Varúna er í rauninni tákgrann fyrir það persónulega sjálfstæði og þau sjálfsyfirráð sem við viljum gjarnan fá að njóta sem einstaklingar. Dvergplánetan Haumea sem er á 2. gráðu í sporðdreka, þið sjáuð hana í sporðdrekanum, nú leita ég já, hún er á 2. gráðu, hún er 1 gráða og 3 mínútur. Ef hún er komin á 10 gráður. Nei, hún er 1 gráða 45 mínútur. Haumea dvergplánetan er nefnd eftir havaískri frjósemisgyðju sem bjó yfir krafti til þess að endurnýja sjálfa sig. Hún varð gömul og hún endurnýjaði sig og endurfæddist sem ung kona og hún hún átti töfrastaf sem hét Makilai og Makilai þá gat hún með því að beita honum þá gat hún tekið sviðna jörð og breytt inn í frjósaman akur og hún gat líka séð til þess að fá fæðu úr hafinu og af jörðinni þannig að engin leið skort það sem hún var annars vegar. En hún hefur rosalega endurnýjandi orku og hún er í 90 gráðu spennuafstöðu við Plútó í Vatnsbera
En það sem Plútó hefur verið að rífa niður hið gamla og er að byggja upp hið nýja með nýjum hugmyndum og öðru þess aftar, þá er þetta mjög flott spennastað og á eftir að geta hjálpa okkur að komast út úr þessum gömlu vanaminstrum sem við höfum erft kynslóð fram af kynslóð. Að gera hlutin eins og mamma gerði og amma gerði og langamma gerði eða eins og afi gerði eða pappi gerði og afi gerði og annað þess aftar. Og við þurfum að sleppa tökum á öllu þessu gamla vegna þess að við megum losa okkur út úr karmanu núna og stíga út úr þessu hjóli sem við höfum verið í, þess að við höfum sífellt verið að endurtaka hlutina á sama máta. Og Hámea kemur til með að hjálpa okkur að fæða hið nýja. Plútó á þessum 3 gráðum í Vassbera er ansi vel tengdur á þessu fulla tungli, því að hann er líka í 120 gráðu samhljóma afstöðu við dvergplánetuna Sedna sem er á 0 gráðu fremst í tvíburunum. Sedna kennir okkur að við þurfum að sleppa því gamla til að geta tekið á móti hinnu nýja. Til að geta stigið inn í nýja jörð þá þurfum við að sleppa tökum á því gamla og halda meira inn á hærri andlegu braut sem Sedna er að leiða okkur inn á. Í þeirri háu tíðinni og ljósmiklu orku sem flæðir til jarðar eigum við öll kost á að umbreytast. Öll. En við þurfum að sleppa hinnu gamla til að það geti gerst. Við þurfum því að halda áfram að móta hinna nýju jörð út frá hjartanu og láta kærleikan vísa okkur veginn og treysta innsæi okkar. Og innsæið er ekki bara hér, það er líka eins og við höfum hérna í öllum gömlu kúrikamyndunum, það var alltaf sagt I have a gut feeling. Það er þegar okkur finnst eitthvað ekki vera eins og það á að vera og ekki vera rétt, þá eigum við að hlusta á þá viðvörun. En svo aðeins Vesak-tunglið. Vegna þess að í kringum þetta fulla tungl í maí þá er gjarnan að talað Vesak-hátíðir og Vesak-tunglið. En á fullu tungli í maí er haldið upp á fæðingardag Búdda. Þannig það er bara á því tungli er haldið upp á sama hvaða dag það ber upp á. Sumir hafa líka talað að það sé haldið upp á það að hann öðlaðist uppljómun á þessum degi eða þegar hann uppgötaði tilgang lífsins sem er náttúrulega töluvert mikið mál að uppgöta það. Og ég ætla að hætta að deila núna. En á síðustu áratugum það hafa mjög margir komið saman og verið með hugleiðslur á þessum degi vegna þess að á þessum degi er sagt að Búdda hann birtist meisturum á æðri sviðum á ákveðnum staði í Himalajafjöllum og veiti þeim blessun. Þannig að það eru margir sem nýta sér tækifæri til þess að hugleiða á þessum degi til þess að fá þessa blessun frá Búdda. Og það sem er fallegt við búddismann er að búddismin hann er svo mikið inn á við og hann er svo mikið hugarró og góðvild og annað þess áttar að hann situr ekki út á neina önnur trúarbrögð. Þannig þetta er yndislegu dagur. Svo endilega muni eftir þessu tunglið er fullt klukkan 16:59 á mánudaginn kemur að þá er gott að setjast niður og bara taka á móti þessari orku sem er á ferð í heiminum. Ég segi bara takk fyrir í dag, ég vona að þið njóti vel og takk fyrir að styðja mig í því sem ég er að gera.